En muniði, þegar ég fór út að labba með hennar Tessie, við löbbum hérna upp með kópavoginum og förum stundum í tjörninni að gefa öndunum og svona. Já, þegar ég labbaði fram hjá ævintýraskóginum, þá hitti ég spýtukall. Og muniði hvað hann var að gera? Skokka. Hann var sko að skokka og hann var svo káttur og glaður. Spýtukall. Já, af því að ég spurði, rosalega ert þú flottur, hver ertu? Og munið hvað hann sagði, þá fór hann að syngja. Eru þið tilbúin? Ég spýtukall, já, ég spýtukall, já, það ég! Og ég sagði, mikið ertu kátur og hress og glaður spýtukall. Bara í álfurinni. Alveg svona svakalega hress. En þá sagði hann mér dálítið. Einn daginn þá kom eitthvað alveg skelfilegt fyrir hann. Það var út af því að þegar ég fer í gönguferð þá ég alltaf með Tessie mína í ól. Og munið Tessie langaði pínu til þess að leika sér með spýtukallinn. Af því ég var með óla þá gat ég stoppað hana. En hann sagði mér frá því einn daginn þá var hann dálítið óheppinn. Þá verður hann alltaf svolítið leiður. Ertu nokkuð að fara að gráta spýtukall? Þú áttu svolítið erfitt með að segja mér sögun daginn. Já, ég veist þetta var svo hlægilegt. Já, allt í lagi. Munið, hann ætlar að fá að vera bara hérna. Og bara fá að vera með í stundinni. Og ég ætla að segja ykkur frá öllum ævintýrunum sem hann lenti í. En byrjum á byrjunni. Við ætlum að tala hvað hann á heima. Hann á nefnilega heima í Ævintýraskógi. Alveg rétt. Og þegar þið farið út í ævintýraskó, þá skulið þið kíkja á hvort að þið finnið einhverja hurð og glugga og kannski svalir. Ég sá svalir. Ef að þið sjáið svalir, þá er þetta örugglega húsið hans. En ég sá ekki glugga og hurð. Nei. Þau voru bakvið. Já, það hefur verið bakvið. Af því svalirnar eru oft hinum megin. Og ég sá ekki spýtukallinn. Nei, hann hefur kannski verið að skokka. Þið muniði, hann var alltaf að skokka á hverju morgni. Þá fer spýtukallinn út að skokka og hann er alltaf svo kátur og glaður. Það er valhoppa. Já, það er örugglega hægt að valhoppa líka, það er svo gaman. En muniði, hvað gerðist? Þegar spýtukallinn var að skokka. Hundurinn. Þá kom hundurinn. Já! Og var hann í ól? Hann var ekki í ól og það var engin eigandi og hundurinn, hann kom bara og sagði Vá, hann frábært, leikfang handa mér, ég ætla sko að hleypa með hann leika mér. En haldið þið að spýtukallinn sé eitthvað ánægður með þetta? Nei. Finnst honum hann vera leikfang? Nei, hann sagði Ég spýtukall, æ, ég spýtukall, æ, það er ég og ég ekkert leikfang. En hundurinn, hann var sko ekki sammála því og hann greip spýtukallinn okkar og hann hljóp með hann alla leið upp á Rútstún og þar beið hann Palli eigandinn hans. Nei, Snúður, ertu kominn? Og með svona flotta grein. Og svo fóru þeir að kasta spýtunni og Snúður hljóp alltaf og náði í spýtuna og kom tilbaka og Palli kastaði og spýtukallinn greið. Flöngast og búm! Og svo náði hundurinn í hann. Frábært leikfang. Þetta var ekki gott. En þá vildi svo vel til að vörðurinn á Rútstúni, Rútstúnsvörðurinn, hann kom, hafið þið hitt hann? Nei. Þið eru trúlega alltaf svona stillt. Hann kom til hans Palla og sagði, veistu ekki að lausaganga hunda er bönnuð á Rútstúni? Það má bara vera með ól. Alveg hárrétt. Viltu gjöra svo vel, Palli, að setja hann Snúð í ól? Allt í lagi, sagði Palli. Og spýtukallinn spratt á fætur, nú var hann frjáls. Og hann ætlaði að hlaupa heim aftur í ævintýraskóginn. En þá komu 3 stelpur. Þær voru að leika sér hérna saman á Rútstúni í leiktækjunum
vörðurinn. Já, hérna vörðurinn. Það er Lea, Eva og Þuríður voru að leika sig að hanga. Þeir finnst skemmtilegast að hanga í leiktallinum á Rútstúni. Þegar það sáu allt í spýtukallinu. Ég veit, sagði Þuríður, við skulum fara upp á Kópavogslæk og láta spýtur renna niður Kópavogslækinn, svona eins og þetta séu spýttbátar og gá hver sigrar. Þeim fannst þetta frábær hugmynd. Þær gripu spýtukallinn og hlupu með hann alla leið upp á brú hérna yfir Kópavogslækinn og tóku greinar og hendu niður Kópavogslækinn. Og þær fóru alveg svona. En haldið spýtukallinn hafi verið ánægður með þetta? Nei, hann var hraðar. Já, hann sagði mér, spýtukall, spýtukall, ég er spýtukall, það er ég! Ég er spýtukall, ekki spýttbátur, spýtukall, ekki spýttbátur. En það þýddi ekki neitt, hann fór bara fleygiferð, alla leið niður að Tjörn. Farið þið stundum að Tjörninni? Já. Að gefa öndunum? En þessi fugl? Gefið þið honum stundum? Já. En að segja þér, einu sinni þá var mamma mín og ég að gefa svona önd að borða og hann var með beittar tennur og hann var að reyna að ná okkur og hann ætlaði að borða okkur. Og þá getur þú ímyndað þig hvernig spýtukallinu leið því að nú kom bara svanurinn og beit í hann með beittar gogginu sínum. Þetta er aldeilis fín grein í reyðmi. Sæl og blessuð. Komdu til að stið. Já, ég skal líka bara heilsa þér, ég má ekki gera bómið þig. Sæl og blessaður. Sæl og blessaður. Sæl og blessaður, væni minn. Sæl og blessaður, Sæl og blessaður. Sæl og blessaður, Sæl og blessaður. Gaman að sjá ykkur. Sæl og blessuð. Sæl og blessuð. Sæl og blessuð, sæl og blessuð. Sæl og blessuð. Þið eru svo skemmtileg. Sæl og blessuð, sæl og blessuð. Sæl og blessuð, sæl og blessuð. Sæl og blessuð.